Ég ætla að bjóða Brandon núna að koma hérna upp, tengdasyni mínum. Hann með trúboðsgjöf og bara svona dæmi hvernig fagnaðarerindi talað í stuttu máli á samkomu. Það mjög mikilvægt að þegar lækningar og svona endurlausn þarf að eiga sér stað, það mjög mikilvægt að tala fagnaðarerindi, hvað Jesús gert fyrir okkur. Það eitt atriði sem maður þarf að gera. Þannig ég ætla að bjóða honum að koma upp og fólkið samt að fólka. Það svona kom predika svona stutt fagnaðarerindi, hvernig það já. Men það oft ófrelsa fólk í salnum, skiljið. Þannig að það þarf fagnaðarerindi að vera að tala. So there was just a few things that I felt like the Lord wanted me to share with you about evangelism today. Það nokkru hlutir sem mér finnst að Guð hafi sett að hjarta mitt til að deila með ykkur trúboð í dag. The first thing was love is so important in evangelism. Það fyrsta að kærleikur svo mikilvægur í trúboði. The Bible says faith works by love. Biblían segir að faith works by love. Trú verkar fyrir kærleika. And a lot of the world has never experienced true love from God. Og mikið af heiminum hefur ekki upplifað sannan kærleika frá Guði. The second thing is to minister by the Holy Spirit. Og öðru lagi það að starfa í heilugum anda. You need to be completely dependent on the Holy Spirit. Og það algjörlega háður heilugum anda. Because every person is different. Hver manneskja öðruvísi. They're not just a robot that you can use the same algorithm every time. Þau ekki bara robotir sem þú getur notað hvaða formúlur sem aftur og aftur. Every person has different needs that they're dealing with and needs God to meet them at that specific need. Þannig að hver manneskja hefur þarfir sem hún þarf að Guð mæti sér í hvert skipti fyrir sig. There's certain things or parts of your testimony that it's correct to share with one person and another person it might totally offend and push away. Þannig að til dæmis einhverjir hlutir af vitnisburðum þínum sem gætu snert rosalega mikið við einni manneskju en gætu algjörlega fælt aðra manneskju í burtu. The third thing is to preach the gospel. Í þriðja lagi það að predika fagnaðarerindi. It seems simple, but a lot of times people get too relational. Það virðist einfalt en oft þá gerir fólk þetta aðeins svo flókið og persónulegt. People can have a 3-5 minute conversation and never actually share the gospel. Fólk gæti verið að tala í 3-5 mínútur en aldrei deilt fagnaðarerindi. I know early on with me, I would get the boldness to go talk to someone. I would talk to them for a little bit. I get excited, and then at the very last second, I would say, "And God bless you," and then I walk away. Þannig að ég fekk oft djörfung til þess að fara og tala við fólk og ég var kannski búinn að tala í einhvern tíma en svo sagði ég ekki neitt fyrir í endan þá sagði ég, "Guð blessi þig" og hljóp í burtu. But the Bible makes it clear that it is the gospel that has the power to save, heal, and deliver. En Biblían segir það fagnaðarerindi sem gerir þér kleift að save, heal, deliver. Að leysa, heal. Já, lækna og leysa allir. Já, það meira að tala að frelsast, frelsast svona endalaust. Endalaust. So when I realized that myself or some of my friends were going around in circles and never actually sharing that Jesus, He died, He resurrected, and if you believe in Him, you can have eternal life, I started to be really intentional to share that. Þannig að ég áttaði mig á því að stundum þá var ég og vinir mínir búin að tala heilengi en vorum ekki búin að deila því að Jesús væri búin að deyja fyrir, sem deila því fagnaðarerindinu að Jesús væri búin að deyja fyrir okkur. So one way I learned how to not miss sharing the gospel. Þannig að ein leið sem ég áttaði mig á sem ég gat notað til þess að klúðra ekki að deila fagnaðarerindinu. That sometimes I just share it right off the bat. Þannig að ég bara byrja á því að deila því. That way the person knows what I'm about. Þannig veit manneskjan hvað hvað ég snýst. And we don't talk for 10 minutes and then I all of a sudden sneak in that I'm a Christian. Þannig að ég ekki bara búin að tala kannski 10 mínútur og svo allt í einu fyrir að segja já ég kristinn.
And sometimes you can feel it out, and this is what I meant by using the Holy Spirit. Og stundum getur maður fundið að þetta sem ég meina með að nota heilagan anda. It might feel a little abrasive to just share the gospel with someone. Það kannski That's strong. það geti komið dálítið sterkt út af hann bara strax í að deila fagnaðarerindinu. So sometimes I'll ask people if I can just say a prayer for them. Ég kannski byrjaði að spyrja, get ég beðið fyrir þér? A lot of people on the street, even if they're not believers, will receive prayer. Þannig að fólk á götunni, jafnvel þó það séu ekki frelsuð, þá eru þau tilbúin að taka við bæn. So I make sure that when I'm praying for them, that I share the gospel in my prayer. Þannig að ég passa mig á því að þegar ég að biðja fyrir þeim, að deila fagnaðarerindinu í bæninni. So I'll say something like, hey Gilly, can I say a prayer for you? I just want to bless you, man. Is that okay? Ég kannski spyr, hey Gilly, má ég biðja fyrir þér? Mér langar bara að blessa þig. Það í lagi? Is it a blessing? Okay. Blessum? Já, til í það. Okay. So I just say, Lord, I just bless Gilly. I thank you for his life. I just thank you that you died for his sins on the cross and you rose from the dead so that he could have eternal life, that he could be saved, that he could know you, Lord God. And I just bless him, Lord God, make straight his paths, make clear his path to walk on, in Jesus' name. Já, dróttinni, ég veit bara fyrir blessir hann Brandon, dróttinni. Ég þakka þér fyrir það að þú dóst fyrir hann, dróttinni. Ég bið fyrir því að þú sterkir við honum og gerir beina leiðin að hann finni þitt ríki, dróttinni. Amen. Amen, amen. So one way or another, you can figure out a way to share the gospel. Þannig að á einhvern hátt þá getur alltaf fundið leið til þess að deila fagnaðarinn. See, sometimes when we talk too much, Stundum þegar við tölum of mikið, you lose power in what you're actually trying to say. þá tapar valdi við því sem þú ert að reyna að segja. The Bible says the kingdom of God is not in word, but in power. Og Biblía segir að ríki Guðs ekki í orðum heldur í valdi. So what makes a difference if I share my beliefs and a Muslim person comes and shares their beliefs? Þannig að hver til dæmis munurinn ef að múslimi kemur og deilir sínu fagnaðarendi og ég kemur og deilir mínu? Oh, this sounds like a good idea. This might sound like a good idea. Þannig að þetta hljómar eins og góð hugmynd og hitt hljómar líka eins og góð hugmynd. And if this person is better at articulating what they're saying, they sound smarter. Þannig að ef að þessi manneskja með meiri mælski heldur en þú, þá hljómar hún eins og hún sé að segja sannleikann. But when there's real power, there's no doubt. En þegar það er sannur kraftur, þá engin efi. So that's why when we go on evangelizing, Þess vegna þegar við förum í trúboð, we like to go straight for the miraculous. Þannig að við viljum fara beint í Miracles, do miracles. kraftaverk. Við viljum fara beint í kraftaverki. Or go into the prophetic. Eða fara í þess spámanlega. Doing something where there's no doubt that this has to be God. Þannig að við förum einhvers stað þar sem engin efi að þetta Guð sem er staðar. They had pain in their back 1 second, and now they don't have pain in their back. Þeir eru með verk í bakinu núna og svo bara allt í einu engin verkur í bakinu. They've been doing yoga for 10 years, their back still hurts. Þeir eru búin að vera í jóka í 10 ár, þeir eru samt ennþá með verk í bakinu. One prayer with Jesus, no pain in the back. Ein bæn með Jesú og allur verkurinn er farin. And so I like to skip all the arguments and debates. Þannig ég vil fara framhjá öllum rökræðum og rökræðum. And one simple way is to just ask people, do you have any pain in your body? Þannig að ein leið er bara að spyrja, ertu með eitthvað verk í líkamann? You don't even have to prophesy. Do you have pain in your shoulder? Do you have pain? Just ask. Do you have any pain in your body? Þú þarft ekki einu svona að vera með þekkingu, þú bara spyrir, ertu með verk einhvers staðar? And a lot of times people will let you pray for that. Og mjög oft þá fólk tilbúin að láta þig biðja fyrir því. And a simple prayer of faith, just commanding that pain to go or for something to shift. Þannig að bara einföld bæn í trú að biðja verkinum að fara eða að breytast could be the little door open into their heart for them to receive Jesus. Gæti verið þessi litla hug sem opnast til þess að hleypa Jesú inn í lífið þeirra.